Hryðjuverkaógn hér á landi hefur aukist og talið er að hér séu öfgamenn með bæði vilja og getu til að fremja hryðjuverk. Helstu skotmörk yrðu ríkisvaldið og minnihlutahópar. Tollar Bandaríkjamanna á Kína eru komnir í 145%. Fyrirtæki bæði í Bandaríkjunum og Kína óttast afleiðingar tollanna. Atvinnuvegaráðherra segir sláandi að sjá myndir af slæmri meðferð hrossa. Hún býst við breytingum á blóðmerahaldi áramót. Matvælastofnun segir meðferðina ekki nógu slæma til þess að kæra hana til lögreglu. Ríkislögreglustjóri neyðist til að flytja starfsemi sína því starfsfólk hefur veikst vegna myglu. Unnið er við að finna framtíðarhúsnæði undir starfsemina sem er á víð og dreif borgina. Tún í eigu bænda í Skagafirði eru stórskemmd eftir flóð í Héraðsvötnum í vetur. Þeirra bíður mikil vinna við að endurrækta túnin og styrkja varnargarða. Komið þið sæl. Talið er að nokkrir einstaklingar hafi bæði vilja og getu til að fremja hryðjuverk hér á landi að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Það liggur fyrir að fólk með tengsl við stór hryðjuverkasamtök á borði Al-Qaida og ríki Íslams hafi verið hér á landi. Ríkislögreglustjóri gaf í dag út nýtt hættumat vegna hryðjuverkaógnar hér á landi. Ísland er á 3. stigi af 5 og hefur ógnin aukist lítillega á milli ára. Það eru einstaklingar sem við höfum að minnsta kosti áhyggjur af að gætu framið hryðjuverk. Svo segi, við tölum þetta sem að það séu einstaklingar sem að hafa bæði getu og hug til þess að framkvæma þetta. Á hvaða stigi þeir eru í einhvers konar undirbúningi eða hvort þeir séu í undirbúningi, en að minnsta kosti er það þannig að geta hana til staðar og viljinn til staðar. Þetta séu bæði erlendir og íslenskir einstaklingar. En nú er ekki langt síðan 2 Íslendingar voru grunaðir að hafa það í hyggju að fremja hér hryðjuverk og lögregla var fljóta að láta til að skara skríða. Hvað er það að gera í þessu? Hvernig bregðist þið við núna þegar þið teljið að eitthvað slíkt gæti verið yfirvofandi? Við erum bara að bregðast við með þeim tólum og tækjum sem við höfum og innan þeirra heimilda og þeirra skorða sem okkur eru settar gagnvart lögum. Þannig að það er einhver leyti eftirlit. Við höfum brugðist við með að fara hreinlega og tala við fólk og ræða við það, hvaða hug þeir að hafa. Í skýrslunni er farið yfir hver helstu skotmörkin yrðu. Þannig erum við að horfa á sérstaklega á minnihlutahópa. Það eru minnihlutahópar, bæði útlendingar, trúfélög, félagasamtök samkynhneigðra. Þá er það líka ríkisvaldið, alþingi, dómstólar, lögregla og stjórnmálafólk. Ísland er ekki talið skotmark alþjóðlegra hryðjuverkasamtaka, en þó liggur fyrir að einstaklingar sem tengjast stórum hryðjuverkasamtökum hafa komið til landsins. Bæði hafa komið hingað á lands bara á ferðalögum sínum á milli heimsálfa, eins verið búsettir hér lengri eða skemmri tíma og síðan einstaklingar af íslenskum uppruna með öfgafullar skoðanir og sem hafa verið að huga að þessari ofbeldisfullu tjáningu á þeim hugmyndum. Kínverskir fyrirtækjaeigendur telja að tollarnir sem Trump hefur sett á Kína eigi eftir að koma niður á Bandaríkjamönnum. Áhrif á viðskipti gætu orðið slæm. Það er ýmiss konar gjafavara flutt inn frá Kína, ekki síst til Bandaríkjanna, og það á meðal annars við jólavörur. Á þessum árstíma byrja að koma pantanir frá Bandaríkjunum fyrir næstu jól. Vegna tollana sem Bandaríkin hafa lagt á Kína hafa þær enn ekki borist. Áhyggjur fyrirtækjaeigenda eru mismiklar. 我们是担心这个生意越来越难做了耶，对不对？因为我们就是客户他们没有利润了，没有那个什么了，肯定就感觉哎呦。 Þessi jólaskautsframleiðandi flytur 10% af vörum sínum til Bandaríkjanna. Hún segir skaðan verða meiri fyrir Bandaríkjamenn en sig. 你要知道美国关于圣诞的这些节日用品，它90%都是来自于我们中国的呀，是不是？如果说中国不出货的话呢，对于他而言，他一时半会也没法从别的地方拿到这么多的货源，是不是？ Stjórnvöld í Kína halda enn fast í að berjast af fullri hörku gegn tollum Bandaríkjamanna. 中方也将奉陪到底。施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。 En Hallgrímur, það var ekki öllum tollum Trumps frestað í gær. Hvaða tollar eru enn í gildi?
Kína ennþá það ríki sem með á sér langmestu tollana. Hvíta húsið tilkynnti í dag að tollarnir væru komnir upp í 145%, þá með 20% tollum sem Bandaríkin hafði áður lagt á Kína. Það eru líka ennþá í gildi 25% tollar á Kanada og Mexíkó og síðan voru allir tollar umfram 10% á flest önnur ríki, þar á meðal Evrópusambandsríki, þeir voru felldir niður. Og þannig að það eru þessi 10% tollar sem eru ennþá í gildi, þar á meðal á Ísland og það þá í raun og veru staða sem hefur verið uppi frá því síðustu helgi. Þannig að þessi 10% tollar, þeir verða í gildi í að minnsta kosti 3 mánuði? Já, og mjög líklega lengur því að Kevin Hartman, aðal efnahagsráðgjafi Trumps, hann sagði í dag að líklega yrðu þessir 10% tollar í gildi jafnvel til frambúðar. En þessir tollar hafa fengið, við skulum segja svona misjafnar viðtökur í Bandaríkjunum, bæði meðal fyrirtækjaeigenda og almennings. I've already started stocking up. My mother has a whole stockpile and she's panicking, but I told her we're going to be okay as we live in New York City. I think he's just making enemies and I trust him not. I think he's making a mess of everything and I think it's all going to come around and flip back. Ekki aðeins almenningur hefur áhyggjur af stöðu sinni, heldur líka fyrirtækjaeigendur. Þeir óttast sinn hag, því tollum fylgja verðhækkanir. We've already seen a pretty hefty price increase since the pandemic began. I don't know that we can handle or we can sustain another big price increase. We don't know which way to go on anything that's going to be happening. We do know what's there. We do know that tariffs have been placed in. We do know that this is going to impact us. Now, what's going to happen on the side from our government, we don't know. Ráðherrar í ríkisstjórn Trumps hafa hins vegar varið aðgerðina og telja hana leiða til góðra samninga við önnur ríki. And what we have ended up with here, as I told everyone a week ago, they're in this very spot, do not retaliate and you will be rewarded. Atvinnuvegaráðherra býst við að breytingar verða á blóðmerahaldi þegar reglugerð sem Íslandi var gestafylgja fyrir 2 árum tekur gildi áramótin. Hún segir nýjar myndir af slæmri meðferð á hrossum sláandi en að ekki megi dæma heila atvinnugrein út frá þeim. Matvælastofnun ætlar ekki að kæra meðferðina á hrossunum. Þetta náttúrulega sláandi. Ill meðferð á dýrum aldrei í lagi. Það fyrsta lagi auðvitað bara bókstaflega bannað með lögum. Matvælastofnun lauk rannsókn sinni á þessum myndum sem við sjáum hér í gær og komst að þeirri niðurstöðu að alvarlegt frávik væri að ræða. Málið sé hins vegar ekki nógu alvarlegt til þess að það verði kært til lögreglu. Ísteka, eina fyrirtæki sem hefur leyfi til blóðtöku, sendi frá sér yfirlýsingu á 6. tímanum þar sem segir að sá sem sést beita dýrin illri meðferð fái ekki að vinna við blóðtökur í ár en geti komið í endurþjálfun. Þá segist fyrirtækið hugsi yfir vinnubrögðum dýraverndarsamtaka sem hafi sett upp njósnabúnað við heimili bænda. Fyrirtækið taki mjög hart á ofbeldi gegn dýrum og að það sé sannarlega ekki samofið blóðtökunum. Þrívegis hafa erlend dýraverndarsamtök birt myndir af slæmri meðferð á hrossum en ekkert mál hefur ratað til lögreglu. Matvælastofnun með einhverjum hætti að bregðast sínu eftirlitshlutverki með því að vísa svona málum sem að varða slæma meðferð á dýrum ekki til lögreglu? Ég tel ekki svo að vera en ég hef sjálfur sér ekki kynnt mér þetta nákvæma mál núna. Þú ert ráðherra þessa málaflokks. Sérðu fram á að gera einhverja breytingar á blóðmerahaldi? Blóðmerahaldi núna atvinnugrein sem rekin samkvæmt reglugerð frá 2022 og hún rennur út núna síðar á þessu ári. Hafi aðilar huga á að sækja aftur leyfi þá gerist það samkvæmt nýrri reglugerð sem hefur tekið gildi. Nýja reglugerðin kemur í kjölfar þess að eftirlitsstofnun EFTA komst fyrir 2 árum að þeirri niðurstöðu að blóðtakan breyti í bága við EES-reglur. Þá höfðu starfsleyfi verið gefin út til ársins 2025. Flestir flokkar þar á meðal Viðreisn lýstu sig andsnúna blóðmerahaldi fyrir kosningar og sögðu að þær ættu að stöðva. Það eitthvað sem að Viðreisn hefur í hyggju? Þetta nákvæmlega svona málið. Þegar við erum að grípa inn í atvinnugreinar eða grípa inn í einhverja starfsemi þá fylgjum við lögum, við fylgjum reglum. Þetta reglurnar sem eru haldnar núna og við erum að sjá hvaða áhrif það hefur á leyfisveitingar og hvaða áhrif það hefur
á þessa atvinnustarfsemi. Þetta hefur allt þýðingu og við erum að skoða þetta. Stjórnvöld í Dóminíska lýðveldinu telja engar líkur á að fleiri finnist á lífi eftir að þak skemmtistaða hrundi á þriðjudag. Minnst 218 eru látin. Ættingjar fólks sem var inni á Jet-Set skemmtistaðnum í höfuðborginni Santo Domingo hafa beðið fregna af afdrifum ástvina sem saknað. José Santana einn þeirra. Hann hefur leitað 4 bræðra sinna. Eso ha sido un proceso bien duro porque ayer nos pasamos el día de clínica en clínica, de hospital en hospital. Santana fékk í morgun fréttirnar sem hann hafði óttast. Desgraciadamente esta mañana nos dijeron que todo estaba muerto. Lamentablemente ha ido mi hermano. Yfirvöld telja að á bilinu 500 til 1000 gestir hafi verið á staðnum á tónleikum með vinsælum söngvara þegar rafmagnið sló út og þakið hrundi. Ekkert hefur verið gefið út ástæður slysins. Rannsókn stendur yfir og eigendur staðarins segjast vinna náið með yfirvöldum. Fjöldi viðbragðsaðila hefur leitað eftirlifenda í braki og steypu en hafa nú gefið upp alla von að finna fleiri á lífi. Í gær var ganga til minningar hinn látnu. Embætti ríkislögreglustjóra þarf að flytja vegna myglu og rakaskemmda í höfuðstöðvum sínum. Starfsfólk hefur jafnvel veikst og jafnvel þurft að fara í veikindaleyfi vegna ástandsins. Síðasta haust kom upp veikindi hjá starfsfólki og grunur að þau tengdust ástandi hússins. Úttektir og viðgerðir hafa verið gerðar á húsnæðinu síðustu mánuði. Niðurstöðurnar sýna rakaskemmdir á myglu. Það hafa 6 sem bara veiktust þannig að það þurfti að grípa til tafarlausra aðgerða. Og við höfum skimað alla. Ég hef ekki fengið niðurstöður af þeirri skimun en við höfum ráðlagt fólki að láta kanna heilsufar og hvort það sé eitthvað sem má rekja til húsnæðisins. Þannig að það allt saman í vinnslu hjá okkur. En við höfum gripið til aðgerða. Við bæði talsvert síðan við fluttum sérsveitina bara leið og þar kom upp ástand. Og núna erum við að flytja þá sem eftir eru hér á Skúlagötunni í annað húsnæði. Embætti ríkislögreglustjóra fluttist í þetta hús við Skúlagötu 21 aldamótin og hefur verið með starfsemi hérna í 2000 fermetrum síðan þá. En nú ljóst að finna þar starfseminni nýjan stað. Og við erum tímabundið að fara í húsnæði utanríkisráðuneytisins við Rauðrastíg sem að þau voru og svo er verið að vinna að því að finna fyrir okkur framtíðar húsnæði og tollhúsið hefur verið nefnt í því sambandi en það þarf þá að rannsaka ástand þess og gera viðgerðir eins og þarf. Framkvæmdir og úttektir vegna húsnæðisvandans hafa reynst embættinu kostnaðarsamar. Þá hefur starfsemin orðið fyrir töluverðu raski enda nú á víð og dreifum borgina. Jú, það er náttúrulega óhentugt. Við erum með húsnæði á Krókhálsi, við erum með almannavarnir á Laugavegi, við erum með eitthvað eftir á húsnæðinu í Skógarhlíð, með annað húsnæði fyrir sérsveit. Þannig að við erum hér og þar en markmiðið eru auðvitað að koma okkur öllum undir eitt þak og í framtíðarhúsnæði og það er bara í vinnslu. Kröfuhafar ÍL-sjóðs sem eru að mestu lífeyrissjóðir samþykktu síðdegis tilboð 650 milljarða króna uppgjör sjóðsins. 81% kröfuhafar samþykktu tillögurnar en samt ekki 75% þurfti til. Áður en samkomulagi verður endanlega frágengi þarf Alþingi að samþykkja það. ÍL-sjóður var stofnaður árið 2019 utan kröfur í gamla íbúðalánasjóð. Deilur hafa staðið í nokkur árum uppgjörið. Sjóðunum verður nú slitið og skuldabréfin gerð upp með greiðslu í formi ríkisskuldabréfa og reiðufjár. Stór tjón blasir við bónda í Skagafirði sem þarf að endurrækta 20% af túnum sínum eftir mikla vatnavexti í vetur. Héraðsvötn brutu þá niður varnargarð og færðu túnin á kaf í sand og aur. Mér sýnist að þetta sé einhvers staðar á milli kannski 3 til 3,5 milljón. 15 hektarar af túnum Guðrúnar Helgu eru ónýt eftir mikil flóð í vetur. Miðjan janúar brustu klakastíflur í Héraðsvötnum þannig að áin braut sér leið í gegnum Varnargarð og yfir tún og þjóðveginn í landi Miðhúsa og Þorleifsstaða. Þannig að þetta eru svona 15 til 20% af mínum túnum
Og hennar býður að rækta allt upp á nýtt, ýmist að hreinsa laust torf, sand og aur af túnum eða plæja og sáloks grasfræi í allt saman. Þá þarf að moka upp úr skurðum og byggja upp skurðbakka og girða því áin braut niður allar girðingar. Sérðu fyrir þér hvað fer mikil tími í þetta? Verðið þið að þessu langt fram á sumar eða hvað? Nei, það eiginlega bara ekki í boði vegna þess að það þarf eiginlega bara að reyna að klára þetta eins og hratt og mögulegt svo maður getur sáð í það svo að komi einhver uppskera sko. Síðan þarf að lagfæra varnargarð sem gaf sig og á að verja landið. Hún vongóð að vegagerðin komi að því. Varnargarðurinn farin í sundur á 3 stöðum. Þannig að héraðsveitin eiga að greiða leið hérna inn. Þannig að það náttúrulega að fara að kosta svona miklu til dálítið tæft ef að eru ekki varnargarður til þess að verja áfram. Hún hefur fengið vilyrðum bætur úr Bjargráðasjóði en veit ekki hvort það nær að bæta henni allt þetta tjón. Auðvitað ég bara vongóð og vona að ég fái sem mest en við vitum bara að það ekkert endalausi fjármunir til í þessum sjóðum. Og þá snúum okkur að allt öðru, en það var talsverð eftirvænting í loftinu og ekki laust við að taugar væru þandar þegar blásið var til hraðstefnumóta í Brussel. Markmiðið að draga úr einmanaleika meðal eldra fólks. Þátttakendur voru íbúar hjúkrunarheimila. 8-10 mættu til leiks, íbúar á 11 hjúkrunarheimilum. Parce que je ne sais pas sur qui je vais tomber. Il doit être rigolant, un peu de fou, parce que moi j'en ai pas. Samkvæmt rannsókn King Botuan stofnunarinnar finnur meira en helmingur fólks eldri en 60 ára í Belgíu til einmanaleika. L'idée c'est vraiment de se dire c'est pas parce que c'est une personne âgée qu'on doit à chaque fois faire une après-midi dansante, à chaque fois donner des tartes. C'est chouette, c'est très amusant, mais je pense que c'est important pour le senior de découvrir autre chose. La personne âgée avant d'arriver en maison de repos, c'était une personne qui était comme nous, qui travaillait, qui était dans une vie très active. Það var rómatík í loftinu, hjartalega blöðrur og kerti. Je vivais avec un homme et qui est parti, qui m'a trompée. J'ai eu une rupture d'anévrisme, donc mon problème c'est surtout la mémoire. Quel est votre prénom? Guillaume. Guillaume, moi c'est Coco. J'ai fait la gymnastique toute ma vie. C'est comme ça que vous êtes en pleine forme, hein? Oui. Oh, mais quel plaisir, merci mon cœur. Sent bon le plastique. Ah oui, on doit savoir si on a un crush maintenant. Non. Non. Já, það smellur ekki alltaf í fyrstu tilraun en þá bara að herða upp hugan og halda áfram. Si vous étiez à la table numéro 10, vous passez à la table numéro 11. On s'est échangé nos adresses, maintenant je la mets sur mon sein gauche, qui est mon cœur aussi. Il y a plein de choses à se raconter, je ne m'attendais pas du tout à ça. Oh là là, 3, 2, 1, le crush, le crush! Geðrækt ungs fólks verður í sviðsljósinu á afmælis- og styrktartónleikum í Iðnó í kvöld. Afmælisbarnið segist hafa viljað láta gott af sér leiða í tilefni dagsins. Ég horfði framan í þau örlög að ég að vera 60 í næstu viku og var að velta fyrir mig hvað ég ætti að gera af því tilefni og niðurstaðan var svo að mér langaði mest að halda tónleika og tengi það síðan við málefni sem mér mjög kært sem geðheilbrigðismál barna og ungmenna. Mókisson, GTRN, Raka Gísla, MC Gauti, Páll Óskar og Reisjó koma fram á tónleikunum og hljómsveitin Inspector Spacetime. Það var bara haft samband við okkur og sagt frá því að skúli var að halda upp á 60 afmælið sitt og ætlaði að vera með tónleika til styrktar geðheilbrigði ungs fólks. Við tókum vel í það og ætlum bara að reyna að hafa gott sjó í kvöld. Við erum í samstarfi við Geðhjálp, þeir eru með svokallaðan styrktarsjóð þar sem þeir eru með fagráð sem fer yfir umsóknir sem berast bæði frá einstaklingum, frjálsum félagasamtökum og þetta bara fagfólki sem að vinna í þessum málaflokki. Fjármagni fer þá í þau verkefni sem verða sérstaklega eyrnamerkt börnum og ungmennum og dreifast vonandi sem víðast allt land. Ragnhildur Gísladóttir, alltaf frábær. Baldvin, hvað ætlar að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, ég ætla að fá Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra til mín á ársfundi Seðlabankans í dag. Það má segja að hann hafi svona soldið sent íslensku bönkunum tóninn, kannski aðeins undir rós. Ég ætla að fá að spyrja hann aðeins meira út í það. Við ætlum líka að halda áfram umfjöllun okkar Janus endurhæfingu og svo kíkjum við í heimsókn til Farmers Market sem að fagnar 20 ára afmæli í ár. Og ég veit ekki hvort þú veist það, en þau eru eiginlega guðforeldrar íslensku sumarkonunnar.
ekki hugmynd það, en við erum mjög spennt að heyra meira af þessu. Takk fyrir þetta, Baldur Þór Bergsson. En við ætlum að líta til veðurs. Kuldaskil gangi yfir landið með rigningu víða en að baki þeim tekur við ákveðin suðvestlæg átt með éljakenndu veðri. Léttir til á norðaustur og austurlandi í fyrramálið. Vindátt verður norðlægari þegar líða tekur á helgina og búast má þá við að hríðar veðri á köflum norðan og austan til. En það verður nánar fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Ísland mætir Ísrael í seinni umspilsleik liðana sæti á HM kvenna í handbolta í kvöld. Ísland í býsna góðri stöðu eftir 12 marka sigur í gær. Reykjavíkur skákmótið komið á fullt í Hörpu. Stórmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson stefnir á sigur á mótinu. Ég mæti vel undirbúinn og ég ekstra gíraður upp þetta árið. Og körfuboltamaðurinn Luka Doncic var klökkur þegar hann sótti fyrrum lið sitt Dallas Mavericks heim í fyrsta skipti. Íþróttir eftir augnablik. Og áður við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hryðjuverkaógn hér á landi hefur aukist og talið að hér séu öfgamenn sem bæði vilja og getu til að fremja hryðjuverk. Helstu skotmörk eru ríkisvaldið og minnihlutahópar. Tollar Bandaríkjamanna á Kína eru komnir í 145%. Fyrirtæki bæði í Bandaríkjunum og Kína óttast afleiðingar tollana. Atvinnuvegaráðherra segir sláandi að sjá myndir af slæmri meðferð hrossa. Hún býst við breytingum á blóðmerahaldi áramót. Matvælastofnun segir meðferðina ekki nógu slæma til þess að kæra hana til lögreglu. Ríkislögreglustjóri neyðist til að flytja starfsemi sína því starfsfólk hefur veikst vegna myglu. Unnið við að finna framtíðarhúsnæði undir starfsemina sem á víð og dreif borgina. Tún í eigu bænda í Skagafirði eru stórskemmd eftir flóð í Héraðsvötnum í vetur. Þeirra bíður mikil vinna við að endurrækta tún og styrkja varnargarða. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo minnum við svo sannarlega á leik Íslands og Ísraels sem að hefjast fyrir luktum dyrum á Ásvöllum í Hafnarfirði en við sýnum að sjálfsögðu á RÚV 2. En það eru nýjustu fréttir alltaf á ruv.is og séu með alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En næstu fréttatímar þeir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Drottningin sjálf, Raka Gísla, hún syngur lagið. Já, sjáu þessa pósu hjá rökkunina. Ferskleikinn yfir þessu alveg gríðarlegur. Já. Fílalag. Snorri Helgason og Bergur Ebbi fjalla íslensk dægurlög og setja þau í samhengi við tísku og tíðaranda. Ítalskar héraðskrásir A Taste of Italy. Kokkurinn Nisha Catone